Góðir gestir, ég vil byrja á að fagna mjög þessu framtaki. Það ljóst eins og kom fram í inngangnum hér áðan að samkeppnisstaða Íslands veltur að mjög verulegu leyti á áframhaldandi uppbyggingu og nýtingu á auðlindum íslensku þjóðarinnar og þá kannski ekki síst orku auðlindana. Og það mjög mikilvægt að við horfum til nýrra lausna hvað varðar fjárfestingu í þessum geira. Fyrir því liggja margar ástæður. Það að meira og minna öll framleiðslugetiðan sé í eigu opinbera aðila skapar ákveðin vandamál varðandi samkeppni. En þetta snýst líka gjörbreytta stöðu á Íslandi hvað varðar getu einkaaðila til fjárfestinga. Ísland nú í þeirri öfundsverðu stöðu að toppa flesta alþjóðlega lista hvað varðar þjóðhagslegan sparnað og sjálfbærni lífeyriskerfa. Lífeyriskerfið okkar í dag býr yfir eignum sem nálgast tvöfalda landsframleiðslu og þar í mjög sérstakri stöðu. Hvernig þessi peningar ávaxtaðir skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli og það fyrst og fremst hlutverk lífeyrissjóðanna að standa við skuldbindingar sínar gagnvart sjóðsfélögum. En það þarf líka að velta fyrir sér hvernig íslenska hagkerfið á að geta tekið við þeirri eftirspurn sem raunverulega falin í eignum sjóðanna og þá þeim tekjum sem verða sjóðsfélögunum til ráðstöfunar í framtíði. Ef við ætlum ekki að lenda í því að einhver hluti þessara eigna hverfi í verðbólgu eða að eignir sjóðanna verði illseljanlegar þegar að því kemur að losa þær, þarf íslenska hagkerfið að stækka. Og þess vegna hagsmunir íslensku þjóðarinnar og hagsmunir stórra fjárfesta á Íslandi sömu hagsmunirnir. Það sem gerir Ísland sérstakt hversu stórar auðlindirnar eru. Þegar að ég í mínum fyrri störfum var að sýna hver sérstakt Ísland var, sýndi ég gjarnan tvær myndir. Annars vegar samhengi þjóðarframleiðslu á mann og stærðar fiskveiði auðlinda, en þar það þannig að þú þarft að nota lógarithmískan skala svo önnur ríki í heiminum en Ísland líti ekki út eins og einn samfelldur punktur neðst á grafinu. Þar við í algjörum sérflokki. En það önnur mynd sem eiginlega eins og hún orkuframleiðsla á mann. Þar Ísland stórveldi. Og það sem sérstakt að við getum aukið þá framleiðslu umtalsvert. Og eftirspurnin eftir endurnýjanlegri orku mun ekki minnka neitt á komandi misserum. En það fleira sem að styður það að við horfum til einkaframtaks í þessum geira. Ég tek við mínu ágæta embætti eftir viðvarandi hallarekstur ríkissjóðs árum saman. Í mínum huga slíkur hallarekstur velferð á kostnað barnanna okkar sem ég ekki tilbúinn að standa fyrir. Og það hefur verið mitt fyrsta og mikilvægasta verkefni að ná jafnvægi aftur í rekstur ríkisins sem vonir standa til kannski óveikt sem ég ætla mér að ná á árinu 2027. Skuldastaða ríkisins líka lakari en við hefðum viljað og skuldir ríkisins þurfa að lækka og allt þetta étur inn í fjárfestingagetu hins opinbera. Og þetta á sama tíma og við stöndum frammi fyrir umtalsverðri innviðaskuld sem orðið hefur eftir bankahrunið. Við höfum ekki náð aftur því umfangi fjárfestinga í innviðum, sérstaklega samgönguinnviðum, en líka einhverju leyti í raforkuinnviðum sem var fyrir bankahrunið. Þannig að hér þarf að lyfta grettistaki og það þarf að gera
með umfangsmeiri aðkomu einkaaðila og þess vegna fagna ég sérstaklega þessum fundi og þessu framtaki sem verið að lýsa hér í dag. Mér langar til þess að tæpa á nokkrum atriðum sem að við hefum staðið fyrir, ríkisstjórnin, að breyta síðan við tókum við. Og í síðustu viku kynntum við breytingar á eigendastefnu ríkisins á opinberum fyrirtækjum, þar með talið orkufyrirtækjunum, bæði framleiðendum, flutningsaðilum og dreifiaðilum. Þar sem að við gerum arðsemiskröfu á eigið fé. Þetta kemur í kjölfarið á annarri breytingu sem gerð var fyrr á þessu ári, sem var að skipa einungis fagfólk í stjórnir fyrirtækjana, taka fyrir það fyrirkomulag sem hafði verið fyrir þann tíma að pólitískt skipaðir aðilar sætu í stjórnum ríkisfyrirtækja. Nú efa ég það ekki að það var allt saman gott fólk, en það er óheppilegt að stjórnir hafi eitthvað annað hlutverk en að gæta hagsmuna fyrirtækjana sem þau vinna fyrir og eigenda þeirra. Það að gera arðsemiskröfu á þessi fyrirtæki er eðlilegt aðhald í rekstri þeirra. Opinbert fjármagn er ekki ókeypis. Guð minn góður, ég veit það, ég þarf að selja lífeyrissjóðunum ríkisskuldabréf í hverja einustu viku og það er svo sannarlega ekki á 0% vöxtum. Það er þess vegna mjög skrítið ef ekki er gerð skýr krafa það að bundið fjármagn hins opinbera í þessum fyrirtækjum skili arðsemi. Þannig að eðlileg fagleg ákvörðunartaka í fyrirtækjunum og eðlileg krafa á ávöxtun bundins fjármagns eru að mínu viti hornsteinar í eðlilegri ákvarðanatöku innan fyrirtækjana. Ég hlakka til að hlusta á þau erindi sem verða flutt hér. Ég tel að þetta sé ákaflega brýnt verkefni. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum einmitt opna umræðu og vinnum að því að hlutverk einkaaðila, að hlutverk hins frjálsa markaðar stækki í íslensku samfélagi. Við höfum alla burði til þess að byggja upp og halda áfram að styðja við hagvöxt á Íslandi, tryggja það að líf á Íslandi haldi áfram að batna, en til þess þurfum við að vinna saman. Ég óska aðstandendur fundarins til hamingju og hlakka til að hlusta á erindin hér í dag. Takk fyrir mig.